Komið þið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Klukkan 11 á laugardagskvöldu og við ætlum að fá að fylgjast með störfum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu til 7 í fyrramálið. Höfum náttúrulega ekki hugmyndum hvað að fara að gerast, en það án efa eitthvað komið með. Já, það átti sko alls konar eftir að gerast á þessari vakt, en við byrjum hér með honum Páli vaktstjóra sem var að undirbúa sitt fólk og raða niður á bíla. Vaktin fyrir þannig fram að við söfnum öllu lögreglumönnum hérna sem að mæta á vaktina, höfum saman og höldum svo hvernig upplestur þar sem við förum svona yfir málefnin og áherslu vaktarinnar. Á vaktinni hér á Hverfisgötu eru alls 15 í kvöld, ekkert rosalega mörg, en það átti hvert og eitt eftir að hafa nóg að gera. Já, 15 manns á 7 bílum. Og sinnum þá öllu okkar varsvæði sem aðalega miðbærinn og annars það bara alltaf 11 álum. Og síminn strax byrjar að hringja? Síminn strax byrjar að hringja, ég þarf að taka. Gerðu það. Og að loknu símtalinu, sem þið fáið ekki að heyra hvernig fór fram, spurði ég nú samt. Má ég gera svo kræfur að spyrja hvað máli snýrist? Heimilisofbeldismál og ná barnavernd og þau þurfa að mæta staðinn. Þannig að það alltaf þannig, við erum í heimilisofbeldismálum, þá fáum við barnaverndastæðin og það félagsráðgjafi til að sinna þeirra málum og ráðleggja þeim. Meira þau málum helgar heldur en öðrum tímum? Nei, ég held að það dreifist bara jafnt allt árið. Það gerir það? Já. Já, engin tími annarsamari en annar í þeim málum, en flestir halda þó eflaust að lögreglan sé aðalega kölluð til vegna barsmíða, að maðurinn sé að lemja konuna. Páll segir þó allan gang vera þar á. Einnig sé hringt vegna kvenna sem lemja mennina, foreldra að beita börn sína ofbeldi, börnin jafnvel gangi berserksgang og beiti foreldrana ofbeldi og svona mætti lengi telja. Og þessar aðstæður að ganga inn í venjast aldrei. Maður veit aldrei hvað maður að ganga inn í og það eins og ég segi, það alls konar sem maður gengur inn í. Oftast reynir lögreglan að róa heimilisfólk í þeim aðstæðum svo handtaka verði ekki nauðsynleg og þá við í öðrum aðstæðum líka. Lögreglan stígur inn í til að hjálpa, róa, en stundum gengur það ekki og þá endar fólk hér hjá henni Bröngu. Branka, hvað gerir þú hérna hjá lögreglunni? Ég reyndi að fangavörður síðustu 18 ár. 18 ár? 18 ár, já. Hvaðan ertu? Ég frá Republika Srpska, ég partur frá Bosníu-Hercegovinu, en ég frá Sarajevo. Þú ert frá Sarajevo? Já. En þú ert að lesa hérna bók á serbnesku? Já, akkurat, já. Hvað heitir þessi bók? Þetta heitir svona Leyndamál albanska mafíunni. Einhver svona, já. Býtu, þú ert búin að vinna hérna í 18 ár, ertu búin að vera fangavörður í 18 ár? Já, fangavörður 18 ár. Hún kom þó til landsins árið 1998, en fyrir þann tíma var hún lögreglukona í heimalandi sínu. Hún kann vel viðsjá í Íslandi og hér á Hverfisgötu og fullviss að klefarnir verði fullir áður en nóttin á enda. Og ertu góð við þá eða ertu hörð? Það fyrir eftir. Ég yfirleitt alltaf að byrja að vera svona kurteis eins og skilniðinu. En veist, það bara, það alls konar fólk hér. Já. Þá maður að vera að meta það. Stundum þarft að sýna hörku? Já, stundum já, en við gleymum ekkert að þetta sé bara fólk og við erum góð. Við erum allir góðir hérna, já. Nákvæmlega. Já, mikilvægt að sýna góðmennsku, skilning, segir hún, og umfram allt að fólk sé örugt í klefunum og þess vegna þarf hún alltaf að vera með augun á þessum skjám. Því að fólk kemur hérna náttúrulega kannski ofurölvi inn og þú þarft að bara passa upp á... Já, bara ofurölvi eða undir fíkniefnunum, sko, þá við verðum bara að fylgja með að fólk sé bara lágmark á lífi. Og einnig að fólk fari sér ekki að voða í klefunum sem það reynir stundum að gera, þrátt fyrir að allt sé tekið af því. Ég held að þú sért hárrétt manniska í þetta starf. Já, kannski, ég veit ekki, en takk samt. Og undir það tóku allir sem ég spjallaði við þetta kvöldið. Hvernig líður fólkið þegar það kemur hingað inn? Þetta eins og í bíómynd. Já, þetta er ekki skemmtilegust aðstæðurnar. En það er ekki svona sér fangelsi sem sinnir öllum þörfum fólks. Þetta er bara svona, meðan menn ekki ástandi fyrir skýrslutöku og annað slíkt, þá þurfa að vera hérna að gista hjá okkur í smá stund. Og þetta getur oft verið mikið áfall að koma inn, þú var aldrei séð þetta áður og svona. Og menn kannski sjá fyrir sér fangaklefa sem fullbúnir með borði og alls konar. Sér að koma hérna inn og þetta er bara grátt grátt herbergi bara með einni dínu og sem fáið teppi og við reynum að sinna þeim samt náttúrulega fara að borða og fara á klósettið og allt þetta. Já, vel hugsaðum fólki þann stutta tíma sem það hér inni sem betur fer. Já, og svona lítur fangelsisgangurinn út hér 9 klefar og oftar en ekki helgar eru þeir allir í notkun og það eitt að koma hingað inn, hafi gert eitthvað af sér, munað alveg, sofa úr sér og fara út, en hitt
að vakna í svona klefa og muni ekki neitt. Hryllingur. Hvaða mál láta þér líða verst? Það er yfirleitt þessi barnamál, maður þekkja. Ég er sjálfur foreldri og það er viðkvæmt. Maður vil gera það vel og maður vil að börnunum líði alltaf sem best. Þannig að það er svona það. Öll mál þar sem börn koma við sögu eru erfiðust. Málin geta setið í fólki og eru fólk hér á bæ duglegt að ræða saman sín á milli erfiðar upplifanir en einnig við sálfræðinga og það er æskilegt að þau nýti sér þá þjónustu. Það er bara miklu meiri viðbjóður í gangi en við gerum okkur grein fyrir og þetta er álagsstarf og stressið oft mjög mikið en það aðstæður þannig að þú veist í raun aldrei út í hvað þú ert að fara. Þú segir að verið stundu stressaður en það er þetta verkefnin sem þið takist á við, þau eru bara risastór og þau geta verið stórhættuleg. Er fjölskyldan áhyggjufull? Já, nei, kona mín er lögreglumaður líka. Okay. Hún fór í þessu eftir mér. Hún skilur? Já, og það er svona, við reynum að hugsa ekki það þannig. Maður reynir að hugsa ekki þannig að maður sé eitthvað áhyggjur af hvað hún er að fara út í. Maður bara treystir að þetta gangi vel, það hefur gert það og það gerir það oftast. Já, án efa nauðsynlegt viðhorf, en þetta er þó staðreynd. Ofbeldi gegn lögreglumönnum er algengt og það eru margir lögreglumenn sem verða fyrir árásum á hverju ári. En við reynum bara, eins og við segja, að tækla málin af mestu öryggi sem við getum við fyrir varlega inn í aðstæður og annað slíkt, En þá fyrir að koma að því að við förum út í bíl. Planið er að við fáum að fylgja 2 til 3 teymum, en mér finnst áhugavert að fæst þeirra vilja tjá sig, sem er breyting frá því sem áður var, en það hef ég fylgst með lögreglunni á svona vöktum 5 sinnum áður. Ástæðan er kannski svo að þrátt fyrir að traust til lögreglunar sé mjög mikið hér á landi og meira en á flestum öðrum stöðum, finnst mörgum hér innandyra umræðan oft ósanngjörn. Þingmenn og fjölmiðlar séu oft óvagnir í þeirra garð. Segja hálfan sannleikann á meðan löggan, já, hún getur ekki varið sig og fólk verður átt að segja á að hér er fólk að fylgja lögum, reglum, taka við skipunum og stundum að sinna störfum, já, sem fólk hér á bæ er ekkert endilega sammála. Alls konar drullu fá þau þó yfir sig eins og að vera kölluð, ég get ekki haft það eftir, en meirum það á eftir og fyrst að þessu umdeildamáli áður en farið er út í bíl. Hvernig er þetta með vopnaburð? Mér skilst að lögreglan sé alltaf með skotvopn í bílnum eða hvað? Jú, það eru skotvopn sem eru í læstum hirslum en þau eru ekki aðgengileg lögreglumönnum nema að varstjóri vaktarinnar eða aðri yfirmenn annarkvort segi þeim að vopnast eða þá gefi leyfi til þess. Þannig að lögreglumennirnir í bílnum þurfa að hringja inn, segja frá því hvað er í gangi og þá takir þið ákvörðun það hvort að þeir þurfi eða eigi að vopnast. Já, þeir geta aldrei tekið ákvörðun það sjálfur. Nei. Og eru allir þá borð í bílnum með leyfið eða er það bara ákveðið fólk? Nei, það eru bara lærið lögreglumenn og útskrifaðir lögreglumenn sem hafa lokið skotvopnaþjálfun. Lögreglan heldur þjálfunardaga og þar eru skotpróf og annað slíkt og þú verður að standast öll slík próf til þess að hafa bara leyfi til þess að bera vopn. Og þá út í bíl og niður Laugaveginn. Ekki líður á löngu þar til fólk er byrjað að veita lögreglunni athygli. Þessar lögðust til að mynda fyrir framann bílinn sem er vinsælt að gera. En hér var þó bara að ræða stelpur í stuði og mun skemmtilegri en þeir sem finnst þeir vera knúnir til að gefa lögreglunni fokkmerki eða rekast viljandi utan í bílinn og láta vel valin orð fylgja með. Það gerist hverja helgi. Og ekki líður á löngu þar til fyrsta útkallið kemur. Hringt var vegna ungs manns sem reyndi að komast inn, já, hér og þar bæinn og var við þessa iðju þegar lögreglan kom að. Ekki reyndist þó þjófaræða, heldur mann sem myndi illa hvar hann bjó. Lögreglan hjálpa honum í þeim málum. Næst á dagskrá var að stoppa ökumann sem keyrði nokkuð greitt. Sá reyndist þó ekki fullur og fékk að halda áfram för sinni. Klukkan var nú orðin 1 og ég vildi ná tali af ungri lögreglukonu en þegar viðtalið átti að byrja gerðist þetta. Getum við ekki tala? Ok. Já,
alvarleg slagsmál í Lækjargötunni. Við brunum af stað og aðkoman, hún var ekki falleg. Annar af tveimur lágu í götunni og birtust fréttir þá á Vísi daginn eftir. Viðkomandi var fluttur á sjúkrahús en hinn í fangaklefan á Hverfisgötu, enda upphafsmaður af slagsmálunum. Sparkað hafði verið í höfuð fórnarlambsins og hefði máli geta endað mun verra en það gerði. Mér var alveg brugði í þessum aðstæðum og finnst ótrúlegt hvað lögreglan nær að halda mikilli ró í þessum krefjandi aðstæðum. En sjúkrabíllinn, hann fór upp á sjúkrahús, hluti lögreglunar fer með gerandan á stöðuna, annar fylgdi sjúkrabílnum eftir og við skiptum bíl því það komið upp mál. Nú erum við svokölluðum forgangsakstri á leiðinni í úthverfi í Reykjavík því að það einhver með hamar og að berja á útidyrahurð og vill komast inn. Hvað hann ætlar sér að gera, það vitum við ekki, en við sjáum það bráðum. Sem betur fer hafa hér flestir ef ekki allir farið á námskeið í forgangsakstri og eins gott í bíllinn geysist áfram og mér fannst það í raun ekkert leiðilegt. Og ekki eina sekundu var ég óöruggur með þeim sem ég hefði pottet verið með öllum öðrum. Sjáu þetta. Og við erum komin á staðinn. Eins og gefur að skilja sýnum við ekki heimilisfólkið en lætin voru mögulega ekki bara innanhús heldur einnig á milli hæða. Ekki var alveg ljóst hvað hafði gengið á en hvert og eitt þeirra hafði sína sögu. Ég fylgdist með hvernig lögreglan róaði fólkið og þurfti ekki að handtaka neinn. Lögreglunni var sýnd virðing enda sýndi hún fólkinu virðingu og það eflaust galdurinn. Fleiri símtöl frá þessum stað áttu ekki eftir að koma þetta kvöldið. Eflaust allir búnir á því og allir sofnaðir. Við erum mætt aftur út í umferðina og stöðvum þennan bíl fyrir að snúa bifreið við þar sem það var ekki boði. Góðan. Góður drengur, sækir mömmuna. Það fallegt. Æ, ég vissi ekki að þið vaktir ykkur. Já, ekki hægt að sagt að þennan fyrir að sækja mömmu sín úr matarboði. Hann mun þó eflaust aldrei taka uppeyju þarna aftur. En nýtt síntal strax á eftir, hér var reynt að brjótast inn, þjófarnir á bak og burt, en myndavélakerfið, já, það náði eflaust einhverjum. Og talandi myndavélakerfi, þær eru út allt og best að halda sér réttu megin línunar, því það sést flest af því sem við gerum innan bæjar og borgarmarka. Klukkan farin að nálgast 7 og við erum á leiðinu upp á stöð. Já, það komin hánótt og fangageymslurnar byrjaðar að fyllast og ég ætla að giska að verða ekkert rosalega gaman fyrir þennan að vakna hérna á morgun. Ég held ekki að mun eftir neina. Þetta búin að vera lífleg vakt? Já, það er búin nú að gera. Það er búin að tæplega 100 mál síðustu 12 tímana, þannig að... Er það ekki rosalega mikið? Það er svona í hærri kantinum, en það er ekkert óalgengt. En mestu málu náttúrulega skiptir að það séu allir heilir þegar vaktin búin? Allir heilir og þetta gengið vel og mannskapurinn er núna bara að fara að vinna í málunum. Það er búið að vera allir úti að sinna verkefnum og síðan þar skýrslugerð og annað slíkt, pappísvinnan. Skemmtilegi parturinn. Hún er hluti af þessu. Og þessi skilaboð hefur hann til, já, bara allra þarna úti. Allir lögreglumenn að gera sitt besta og við erum að reyna að vinna þetta heilindum og gagnkvæm virðing bara besta meðalið. Ef þú sýnir virðingu og færið virðingu, það er bara þannig. Takk kærlega fyrir að leyfa ykkur að koma á vakt með ykkur. Ég vona að ég fá að koma aftur. Já, sjálfsagt. Takk fyrir að vera með. Já, þá fer klukkan að ganga 7 og eins og þið sáuð þá gekk ýmislegt á hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þessa nóttina. En við sjáumst aftur á sama tíma annað kvöld, þangað til verið þið sæl.